Það var sem sprengju væri varpað inn í þjóðmálaumræðuna þegar tillögur Alþjóða Hafrannsóknastofnunar voru gerðar heyrin kunnar fyrsta dag júnímánaðar. Stofnunin lagði til 40% niðurskurð þorskkvótans vegna ástands stofnsins. Ráðgjöfin byggðist á gögnum Hafrannsóknastofnunar. Þetta auðvitað gjörbreyting á öllum forsendum í þessu landi. Þetta eru skelfileg tíðindi fyrir sjómannastéttina og meiri háttar áfall fyrir þjóðina. Þetta er svo mikið áfall, þetta er talað að skerða sóknina 40% sem þýðir það að nær öðru hverju skipi verði lagt á næsta ári. Tillögur Hafrannsóknastofnunar hálfu mánuði seinna voru í svipuðum anda en í stað þess að leggja til 150.000 tonna þorskkvóta á fiskveiðitímabilinu lagði stofnunin til heldur meiri kvóta fyrst í stað en talið að á 3 ára tímabili ætti að nást sami árangur og tillögur Alþjóða Hafrannsóknastofnunar gerðu ráð fyrir. Þetta er þá gert til þess að reyna að byggja upp hrygningarstofninn og veiðistofninn. Þorsteinn Pálsson sjávarútvegsráðherra segir að tvennt sé að velja, annars vegar að fara að ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og að byggja upp hrygningarstofninn, hins vegar að leyfa veiði umfram ráðgjöfina og að hrygningarstofninn minnki. Og það var ekki annað að heyra á ráðherranum en að hann telji fyrri kostin vænlegri. Ég hef sagt að það eru mjög gild rök sem liggja til þess að við setjum okkur nú þetta nýja markmið. Miðað við þær niðurstöður sem að Hafrannsóknastofnunin var að kynna okkur hér áðan, þá tel ég ástæðu til að fara mjög varlega. Tillögur Hafrannsóknastofnunar voru harðlega gagnrýndar af mörgum aðilum innan sjávarútvegsins. Breskur sérfræðingur John Pope var fenginn til þess að meta þær. Hann komst að þeirri niðurstöðu að tillögurnar væru í öllum aðalatriðum réttar og sama sinnis var fiskifræðingur LÍU. Togstreita var innan ríkisstjórnar hve langt skyldi gengi í þorskskerðingu en í lok júlí tók hún ákvörðun 205.000 tonna þorskkvóta. Hér er vissulega álamiðlun að ræða sem leiðir eða hefur líka í för með sér að það er tekin okkur áhætta með þorskstofninn. Ákveðið var að fara fram úr tillögum Hafrannsóknastofnunar í öðrum tegundum en þorski til þess að vinna móti skerðingu þorskveiðiheimilda. Tillögur sjávarútvegsráðherra að 12.000 tonna aflaheimildum Hagræðingarsjóðs yrði jafnað niður á fiskiskip var hafnað en ákveðið að styrkja útgerðina með 500 milljónum króna. Síðar var ákveðið að selja heimildirnar á frjálsum markaði. Deilur urðu ráðstöfun aflaheimilda Hagræðingarsjóðs innan þinglis sjálfstæðismanna og Matthías Bjarnason sagði sig úr miðstjórn Sjálfstæðisflokksins vegna málsins. Hagsmunaaðilar í sjávarútvegi og stjórnarandstaða gagnrýndu ríkisstjórnina mjög í Hagræðingarsjóðsmálinu. Þrátt fyrir skerðingu þorskveiðiheimildanna og það alvarlega áfall sem hún er fyrir þjóðarbúið er ekki víst að sjómönnum takist að veiða upp í kvótann. Fádæmalélegur afli togskipa hefur leitt til þess að hörðustu sjókarpar eru farnir að óttast afdrif þess skula.